Það er til stofnun í Bandaríkjunum sem heitir Transparency International og hefur á undanförnum árum gefið þjóðum einkunnir fyrir spillingu eða skort á spillingu. Á seinustu árum hefur Ísland og Finnland skipst á að vera númer 1 og 2 sem óspilltustu þjóðfélög í heimi. Þegar ég heyrði þessu fyrst þá verð ég að játa að ég brosti út í annað því að það hvarflaði aldrei að mér að halda því fram að Ísland væri óspillt þjóðfélag. En ég segi það líka að það hvarflaði ekki að mér að það væri eins gerspillt eins og núna er að afhjúpast fyrir augum okkar. Og hér talar maður með 2 áratuga minnstakosti pólitíska reynslu í fremstu löð sem flokksformaður og aðili að ríkisstjórn eins og framvegis. Transparency International was set up about 15 years ago, and it really captured a moment in time when, after the end of the Cold War, there was an opportunity to talk about corruption as never before. So it started off as an idea and a dream of several people on a voluntary basis, and it grew into a network of national chapters around the world. We're now represented in about 90 countries, and the International Secretariat is based in Berlin. Þetta byrjaði sem svona óánægja innan Alþjóðabankans. Þannig að það fóru hérna starfsmenn sem fannst Alþjóðabankin ekki skila nógu miklum árangri í baráttu gegn spillingu. Og þeir fara hérna út og stofna svona ný samtök en hafa alltaf verið í svona mjög sterkum tengslum við Alþjóðabankan. So what we say is that corruption is the abuse of entrusted power for private gain. More generally speaking, it's being on both sides of a transaction. So being the seller and the buyer, the lender and the borrower, the public official and the private company he or she is dealing with. We get money from governments. We also get contributions from the private sector. The private sector is, of course, interested that they have a level playing field where they work around the world, that the judiciary systems work, that the laws work, and that if they make an investment, they'll know what will happen to that money. Þessi hugmynd að þeir séu að lýsa sönnu ástandi á Íslandi og sönnu ástandi í löndunum í kringum okkur, hún er algjörlega röng. Þeir eru að lýsa, þeir eru að rannsaka ákveðið ástand sem veldur kostnaði fyrir viðskiptalífið. Since it's so difficult to measure actual corruption and losses, these are always, in some ways, wild estimates that are made. We use this information from experts and from business persons to try to come up with a number to rank public sector corruption. And we do this by going to about 10 or 12 different organizations that collect this information regularly, and then we put it together. So ours is a survey of other surveys, if you will. If people use that list against you, it's a wrong use of that list. Who from the public do you talk to? Mm-hmm. Well, in the Corruption Perception Index, we go on expert point of view. So we have 2 sets of people we talk to, either country experts who work at kind of rating and country expert agencies, and business persons. Til þess að gera þessa niðurstöðu samfærandi hjá Transparency International þá útilokaðar afleiðingir raun og veru. Af því að þeir taka fullt af efnahagsstofnunum og þessar efnahagsstofnunum þar á að vera svona samhljómur á milli, þetta er svona tölfræðilegar aðferðir, þannig að til þess að fá þennan samhljóm þá geta þeir ekki haft almenning inn í þessu. You're really disappointing. I'm really disappointed in this. I'm just, I thought, I'm sorry about that. Yeah, well, I'm sorry about that, but Well, if you get your fundings from all kinds of governments. You get your funding from the EU probably. You get funding from private sector and all over the world. But what's your duties? Not that much from private sector. Yeah, but what's your duties towards this? What's your duties in this? Do you have some kind of a duty towards? Do you have some kind of an honor in this or duty? Yes, we do. Yes, we do. I think your comments are a bit unfair because we are working a lot and we are working for things we believe in. So am I, my dear. Yeah. So am I.
Ég fúll núna, ég ætla bara að segja ykkur það strax, ég alveg drullu fúll. Ég veit ekkert hvað ég að gera. Eftir að vera búin að vera að hlusta á eitthvað fólk sem kalla sig Transparency International. Þau sé eftir að berjast gegn spillingu í heiminum. Ég held að þau sé ekki að því. Ég held að séu bara að búa til Excel-skjöl. Gett var í Kaupþing og Landsbanka hér á árum áður. Já, hérna. Þetta nú orðið alveg ágætt.